Tölvuþrjótar sem réðust inn í kerfi grundarheimilana komust yfir upplýsingar tugi þúsunda manna. Málið meðal annars til rannsóknar hjá Europol og Interpol. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna var mildari í máli en verið hefur þegar hann ávarpaði bandaþjóðir Evrópu á öryggisráðstefnunni í München í dag. Sumir segja þó aðeins umbúðirnar nýjar. Skilaboðin séu enn þau sömu. 4 eru grunaðir að hafa í síðasta mánuði svipt mann frelsi sínu, misþyrmt honum í bíl og skilið hann eftir utandyra. Maðurinn var þungt haldinn þegar hann fannst. Mikil spenna á flokksþingi Framsóknarflokksins í aðdraganda formannskjörs á morgun. Sigurður Ingi Jóhannsson flutti loka ræðu sína eftir áratug í formennsku. En kæru vinir, ég ekki hættur í pólitík, en ég segi takk. Og boðað var upp á giftingar á færibandi í Digraneskirkju í dag í tilefni af Valentínusardeginum. 8 pör létu pússa sig saman. Komið þið sæl. Tölvuárás á kerfi grundarheimilana fyrir áramót til rannsóknar hjá bæði Europol og Interpol. Tölvuþrjótar komust yfir viðkvæm gögn heimilisfólk, aðstandendur og starfsmenn. Árásin var gerð í desember þar sem tölvuhakkarar brutust inn á netþjóna og komust þannig inn í kerfi grundarheimilana. Samkvæmt upplýsingum frá forstjóra Grundar komust hakkararnir yfir gögn sem ná mörg ár aftur í tíman og varða tugi þúsunda manna. Það ljóst að gögnum var lekið. Þetta eru gögnum sjúklinga, aðstandendur og jafnvel starfsfólk. Af hvað stærðargráðu var þessi árás? Já, árásin svo sem bara þannig að hún truflar alla starfsemi Grundar og málið svo sem ennþá í rannsókn. En hún af nokkuð stórum skala tillitinu til að hún truflar alla starfsemi heils fyrirtækis. Syndis fer fyrir rannsókninni en bæði Europol og Interpol koma að henni sem og netöryggissveit Certis, persónuvernd og embætti landlæknis. Ekki vitað hverjir stóðu að árásinni. Hafið einhverja hugmynd hvað ætluðu sér? Ég hugsa að þetta sé eins og í flestum þeim árásum sem við verðum að sjá á undanförnum í Íslandi að þetta sé bara drifið áfram peningum og því að krefjast lausnargjalds yfir gögnum eða kerfum. En það yfirleitt gert í 2 skrefum eða 2 stigum þannig að öll kerfi eru tekin yfir þau dulkóðuð þannig að starfsemin stöðvuð og svo í skrefi 2 hótað leka á gögnum. En þarna eins og segi þetta stöðvað ansi snemma í ferlinu. Og engin krafa lausnargjald hefur komið fram. Við bregðumst við hratt við því að setja upp öflugar varnir til þess að hamla því að nokkuð annað geti gerst í framtíðinni. Fólk hefur verið beðið að vera á varðbergi gagnvart mögulegri misnotkun af hálfu tölvuþrjótana. En hefur það gerst áður að það hefur verið gerð árás á heilbrigðiskerfi á Íslandi og af viðkvæmum upplýsingum sé stólið það? Nei, sennilega ekki svona að það sé að kjarnastarfsemin sé þjónusta eða heilbrigðisþjónusta við fólk sko. Nei, ekki svona sem ég man eftir. Hagsmunir Bandaríkjanna og Evrópu eru samofnir, segir utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þannig mildari í máli en verið hefur samskiptin þar á milli. Forsætisráðherra Bretland segir Evrópu þurfa að auka vopnaframleiðslu. NATO has warned that Russia could be ready to use military force against the alliance by the end of this decade. In the event of a peace deal in Ukraine, which we're all working hard to achieve, Russia's rearmament would only accelerate. Annar dagur árlegrar öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi var tvímælalaust hápunkturinn. Forseti Úkraínu gerði vopnakaupaverkefni NATO að umtalsefni sínu. Utanríkisráðherra tilkynnti nýverið að veita ætti milljarði króna í það verkefni. Mörg vopn sem keypt eru fyrir Úkraínu í gegnum Pearl eru varnarvopn. Most of the air defense missiles that can stop Russian ballistic missiles come to us thanks to Pearl. And Pearl exists because of Europe, it's true. Europe is paying for our ability to stop ballistic attacks. Thanks everyone who helps us. Thank you. Zelenski segir stríðið í Úkraínu vera stríð allrar Evrópu og beindi spjótum sínum að forsætisráðherra Ungverjalands sem oft þrándur í götu þegar kemur að stuðningi við Úkraínu. It's Ukrainians who are holding the European front.
Behind our people stand an independent Poland and the free Baltic states. There can be a sovereign Moldova and a Romania without dictatorship. And even one victor can think about how to grow his belly, not how to grow his army to stop Russian tanks from returning to the streets of Budapest. En ávarp fulltrúa Bandaríkjanna var það sem allir biðu eftir. Þótt innihald ræðu utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi ef til vill verið í takti við stefnu Trump-stjórnarinnar hingað til, voru umbúðirnar aðrar, tónninn mildari. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. Rubio segir að þótt fyrirsagnir blaðana hrópi að áður náið samband Bandaríkjanna og Evrópu sé í rúst, sé það ekki það sem Bandaríkin vilji. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. Albert Jónsson ræða varaforseti Bandaríkjanna frá því fyrra á þessari ráðstefnu, hún verður lengi minnum höfð. Þetta var svolítið annað, já eða hvað, er svo í raun og veru? Já, eins og kom fram hjá ykkur áðan, tónninn var vissulega mildari heldur en hjá varaforsetanum í fyrra og allt önnur ræða í rauninni, en eins og líka kom fram hjá þér að skilaboðin í rauninni áfram þau sömu og grundvallar atriði þar til Evrópuríkjanna og reynda Evrópuríkjanna og Kanada að þessi ríki verða að taka sér tak í varnarmálum og stórauka útgjöld til landvarna og við erum að tala stóran bita, við erum að tala að frá sjónarhóli Bandaríkjamanna þá muni innan kannski 10 ára mestalagi þá muni Evrópuríkin og Kanada rauninni standa undir vörnum og öryggi Evrópu og þetta ræðst af réttlætiskröfu frá sjónarhóli Bandaríkjamanna og Trump-stjórnin ekki svo fyrsta sem bendir á það og líka þetta mikilla breytinga í heiminum sem Rubio talaði í þessari ræðu og ekkert nýtt í því heldur í sjálfu sér en þær fela það í sér að sjóni Bandaríkjamanna beinast að þeirri nýju þungamiðju í alþjóðakerfinu sem Asía-Kyrrahaf í staðinn fyrir Evrópa þá. Já, Evrópa miklu minni mæli og þar með auðvitað að Kína sem rísandi og vaxandi veldi og eins og við blasir. Og Evrópuríkin eru að taka sér tak, sem var orðið að þannig. Það tekur auðvitað tíma en þá ber að hafa í huga að það ákveðið svigrúm vegna þess að Rússland í veikri stöðu. Rússar eru enn mjög uppteknir í Úkraínustríðinu sem gengur enn mjög illa fyrir þá. Þeir eru ennþá mjög háðir Kína og það mikið herveldi eða stórveldi í hernaðarlegu tilliti sem það sumir segja á margir að þeir væri ekki einu sinni í Úkraínustríðinu ef ekki væri stuðningur Kína í lykilatriðum þegar kemur að vopnaframleiðslu og svo skulum líka halda í til haga að Evrópuríkin hafa virkilega tekið sér tak þegar kemur að því að fylla í skarðið sem var til í fyrra þegar Bandaríkin hættu Trump-stjórnin hætti beinu stuðningi, hernaðarstuðningi við Úkraínu og þetta hafa Evrópuríkin tekið að sér sem að kaupa aðalega vopnin núna frá Bandaríkjunum en það sama að utan að koma til stuðningi við Úkraínu, hann á þessum sögum óbreyttur sem skiptir lykilandi. Förum að segja aðra sálma, Marco Rubio hitti forsætisráðherra Danmerkur á ráðstefnunni og þau ræddu Grænland einna helst. Þar verður engin breyting áframhaldandi viðræður en málið, þessi deila, hún ekkert horfin. Nei, hún hverfur nú ekki held ég nema með öðrum forseta. Trump girnist Grænlandi sem var það og telur að Grænland eigi að heyra undir Bandaríkin. En hins vegar breyttist deilan í grundvallaratriðum af hans hálfu í síðasta mánuð þegar hann tók af borðinu hótun að hervaldi yrði beitt. Ég og margir aðrir töldu þessu hótun aldrei trúverð að Bandaríkin gæti ekki tekið ákvörðun að ráðast á Danmörk og Grænland þannig. En deilan breyttist, hún fór í farveg viðræðina og þær halda áfram meðal annars kringum þessar ráðstefnu í München. Og við erum að sjá hvað setur Albert Jónsson, höfum ekki meiri tíma að þakka kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fara í annað og koma hingað heim. Því karlmaður var í síðasta mánuði sviptur frelsi sínu og mistyrmt í bíl áður en hann var skilinn eftir þungt haldinn utandyra. 4 eru með réttarstöðu sakbornings.
Maðurinn var sóttur á heimili sitt þaðan sem ekið var með hann að völlunum í Hafnarfirði. Heimildir herma að ráðist hafi verið á hann í bílnum og að árásinn hafi verið hrottafengin. Í framhaldinu var ekið með hann að Bíldshöfða í Reykjavík og hann skilinn þar eftir utandyra í miklum kulda. Hann fannst þar og var fluttur þungt haldinn á Landspítalann. Fréttastofa hefur ekki fengið upplýsingar ástand mannsins í dag. Heimildarmenn Fréttastofu segja að það hafi verið manninum til happs að hann hafi fundist fljótlega eftir að hann var skilinn eftir úti. Lögreglan vildi ekki tjá sig málið, sagði það viðkvæmt, en vísaði til tilkynningar sem birt var á vef lögreglunar í síðasta mánuði, þar sem sagði að 2 karlar á 30 og 50 aldri hefðu verið úrskurðaðir í 4 vikna gæsluvarðhald. 2 til viðbótar hafa verið handteknir vegna málsins. Málinu svipar óneitanlega til Þorlákshafnarmálsins, þar sem ráðist var á karlmann í bíl og hann skilinn eftir helsærður í Gufunesi í Reykjavík. Maðurinn lést skömmu eftir að hann fannst. Þá fyrir við í pólitíkina. Sigurður Ingi Jóhannsson gagnrýndi bæði ríkisstjórnina og Miðflokkinn í lokaræðu sinni sem formaður Framsóknarflokksins. Það ræðst á morgun hvort Lilja Alfreðsdóttir eða Ingibjörg Isaksen tekur við keflinu. Flokksþing Framsóknarflokksins hófst í morgun og hápunkturinn í dag var lokaræða Sigurðar Inga Jóhannssonar, fráfarandi formanns. Hann sagðist ganga stoltur frá borði og að nú standi flokkurinn á krossgötum. Flokksmenn séu ekki bara velja sér formann, heldur einnig hvernig flokkur Framsókn eigi að vera. Umburðarlyndur, frjálslyndur miðjuflokkur sem sækir fram á eigin gildum. Eða flokkur sem ætlar að elta populistana. Flæmast undan hávaðanum vegna þess að við höfum ekki þor, ekki kjark til að svara og standa á okkar skoðunum. Þó svo að það eigi ekki upp á pallborðið í dægur þrasi öfgana. Þótt Sigurður Ingi hafi ekki nefnt Miðflokkinn á nafn, vafðist það ekki fyrir neinum að þessum orðum var beint í þá áttina. Hann gagnrýndi líka efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og galt varhug við Evrópuleiðangri hennar. En skynsamlegast væri ef Samfylkingin stæði nú við bara eitt kosningaloforð sitt. Það að segja að aðildarumsókn að ESB verði ekki á dagskrá á þessu kjörtímabili. Eftirmaður Sigurðar Inga verður kjörinn á morgun. Ingibjörg Isaksen og Lilja Dögg Alfreðsdóttir hafa háð harða baráttu og ef marka má Veðbanka stefnir í öruggan sigur þeirrar síðarnefndu. Gestir á flokksþingi eru þó á því að það gæti orðið mjótt á munum. En séu einhverju óákveðnir, framboðsræðurnar gætu hreyft við fylkinu, óvæntar uppákomur í gleðskap kvöldsins gæti haft áhrif og þá er alls óvíst hvort allir þeir sem smalað var til þings mæti. Formannskjörið á morgun verður engu að síður sögulegt því sigurvegarinn verður fyrsta konan í 109 ára sögu flokksins til að verða kjörinn formaður Framsóknarflokksins. Fyrsta kona sem gegndi formennsku var Valgerður Sverrisdóttir en hún var ekki kjörinn heldur tók við af Guðna Ágústssyni þegar hann sagði af sér. Sigurður Ingi lýsti ekki opinberlega yfir stuðningi við annarkvort frambjóðandann en hann verður í kallfæri ef framtíðarleiðtogi flokksins leitar ráðlegginga. En kæru vinir, ég er ekki hættur í pólitík, en ég segi takk. Takk kærlega fyrir vináttu, samstarf og samvinnu á formannstíð minni. Áfram Framsókn, áfram Ísland. Fyrir þau allt annað ástin. Hún var í aðalhlutverki í Digraneskirkju í Kópavogi í dag. Þar var boðið upp á skyndigiftingar í tilefni af degi elskenda og 8 pör létu pússa sig saman. Eyþór og Hjálmey voru á meðal þeirra sem létu pússa sig saman í Digraneskirkju í dag en pörum var boðið upp á að láta gefa sig saman með stuttum fyrirvara í tilefni Valentínusardagsins. Það býður betri tíma að halda stóra veislu. Nú megið við kyssast. Þessi nefndu daginn bara kom til mér og sagði ég ætla bara að bjóða þér á date og sýndi mér svo þetta og kannski búið að vera svona aðeins umtal lengi að fara að gera þetta og bara af hverju ekki láta slag standa. Það getur verið erfitt að sannfæra? Nei. Hann vildi helst bara fara til sýslumanns en þurfti að vera eitthvað aðeins meira. Það þarf lítið að sannfæra mig, það er mjög auðvelt. Þú falsar ekki kærleikann, hann endurspeglar sannleikann. Þetta er í fyrsta sinn sem boðið upp á þetta í Digraneskirkju og prestar kirkjunar fengu að vinna fyrir kaupinu sínu. Ég held að fólki finnst þetta bara sniðugt af því að
fólk getur miklað svo mikið fyrir sér, allt sem þarf að skipuleggja fyrir þennan dag, kostnað og annað. Þannig að pörin sem skráðu sig, þau voru bara sjúklega ánægð til í að stökkva á þetta og við endum með alveg 8 pör. Eymar Andri Birgisson og María Lífbegljó gengu í hjónaband í viðurvist sinna nánustu í stuttri en hátíðlegri athöfn. Þannig ástin hrein, rættar hamingjan heim, birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjartað vísa leið. Já, svo þetta. Krakkar í 7. bekk á Húsavík voru orðnir hundleiðir á að vera vísað frá sundlaugabæjarins vegna misskilnings leyfilegan útivistartíma. Þau tóku því málinu í sínar hendur, sendu sveitarfélaginu erindi og geta nú spriklaði lauginni eftir klukkan 8 á kvöldin. Liljar Þór og bekkjarfélagar hans eru á 13. aldursári og mega samkvæmt lögum vera úti án fullorðins fylgdarmanns til klukkan 10 á kvöldin. Starfsfólk laugarinnar virtist ekki með útivistartíman alveg á hreinu og meinaði þeim sem ekki voru búnir að eiga afmæli að fara í sund eftir klukkan 8. Já, ég var bara eitthvað að tauða yfir sig í mömmu og eitthvað og hún stakk upp á að við gætum alveg breytt, þú veist, þó við værum krakkar. Svo talaði ég við þau og við gerðum svona bréf og fórum með það til stjórnanda og þá breyttist þetta. Í bréfi til sveitarfélagsins vísuðu krakkarnir í gildandi lög. Þau ítrekkuðu að það ætti að miða við fæðingarár, ekki afmælisdag og óskuðu eftir rökstuðningi yrði beiðni þeirra hafnað. Það var alltaf að rekja okkur upp úr fyrir 8 sem var mjög leiðilegt, sko. Já, það var dálítið ósanngjarnt, sérstaklega fyrir þá sem eiga afmæli í desember. Það kom þó ekki til neinna frekari deilna. Sveitarfélagið brást hratt og vel við og krakkarnir himinlifandi yfir að komast í kvöldsund. Jú, það var bara geggjað. Jú, það var geggjað líka bara mikil breyting bara. Núna megum við vera lengur úti og það er bara gaman að koma beint heim, skilju, eftir sund og svona. Eftir að hafa sendt svona bréf og fengið þau til að breyta reglunum hérna í sundlauginni, heldur að þú sért að fara að pæla í einhverju fleira svona sem að þið getið breytt eða haft svona jákvæð áhrif? Já, kannski. Ég segi svo að krakkarnir séu alltaf verið í símanum. Skulum kíkja á veðrið. Norðaustlæg átt 5-13 á morgun, dálítil él norðaustan til en léttskýjað að mestu sunnan og vestanlands. Frost 1-15 stig en kaldast í innsveitum fyrir norðan. Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir þetta eftir íþróttir. Jón Erik Sigurðsson keppti í stórsvíja á vetrarólympíuleikunum í dag. Eftir flotta fyrri ferð reyndust aðstæður honum erfiðar í þeirri seinni. Á morgun keppa þær Elín Elmarsdóttir van Pelt og Sonja Líf Kristinsdóttir einmitt í stórsvíi. Við fáum að kynnast þeim aðeins betur. Við lítum einnig á allt það helsta frá ólympíuleikunum í dag sem á leikidagsins í úrvalsdeildum karla og kvenna handbolta. Ekki minnst af íþróttum hér handan við hornið. Rauðum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Tölvuþrjótar sem réðust inn í kerfi grundarheimilana komust yfir upplýsingar tugi þúsunda manna. Málið meðal annars til rannsóknar hjá Europol og Interpol. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna var mildari í máli en verið hefur þegar hann ávarpaði bandaþjóðir Evrópu á öryggisráðstefnunni í München í dag. Sumir segja þó aðeins umbúðirnar nýjar, skilaboðin séu enn þau sömu. 4 eru grunaðir að hafa í síðasta mánuði svipt mann frelsi sínu, mistyrmt honum í bíl og skilið hann eftir utandyra. Maðurinn var þungt haldinn þegar hann fannst. Mikil spenna á flokksþingi Framsóknarflokksins í aðdraganda formannskjörs á morgun. Sigurður Ingi Jóhannsson flutti lokaræðu sína eftir áratug í formennsku. Og boðið var upp á giftingar á færibandi í Digraneskirkju í dag í tilefni af Valentínusardeginum. 8 pör gengu í það heilaga. Þá komum við að lokum hjá okkur í bili. Við kveðjum ykkur þennan laugardaginn frá Ásbyrgi. Þar náði Kristófer Óli Birgisson, myndatökumaður okkar, þessum myndum í ljósaskiptunum. Takk fyrir samfylgdina í dag. Verið þið sæl.